Góðir grannar, velkomin hérna í upptöku á fundi Hamraborgarráðsins, jólafundi Hamraborgarráðsins sem boðað í dag 12. desember 1994. Við skulum byrja því þennan jólafund á því að biðjunarskrifarann Hvíti Ingólfsdóttir ritara að lesa upp síðustu fundagerð. Gjörðu svo vel. Það fundur stjórnar Hamraborgarráðs og 14 manna nefndarinnar haldinn í Hamri sunnudaginn 30. október 1994 kl. 20:30. Á fundi mættu eftirtaldir aðilar: Þórir Steingrímsson formaður, Guðni Karlsson, Jakobína Sveinsdóttir, Svanhvít Ingólfsdóttir, Jón Steindórsson, Hörður Jónsson, Ásdís Eggertsdóttir, Margrét Sigurðardóttir, Birgir Sigurðsson, Jónas Jónsson, Vignir Pálsson, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Tryggvi Þórðarson, Guðlaugur Sigmarsson, Pétur Óskarsson, Ástæs Hreiðarsdóttir, Emilía Baldursdóttir og Ásmundur Ásmundsson verkfræðingur. Eftirfarandi gert. Ritari las fundagerð dagsett 13.10.94. Birgir Sigurðsson gerði athugasemd hvort að vera á fundinum með farið snemma því hefði hans nafn ekki verið tilgreint í fundagerð. Fundagerðin samþykkt með þessari athugasemd. Með 2. Formaður kynnti fundamönnum fundagerðir viðræðunefndar Hamraborgarráðs og Kópavogskaupstaðar fundagerðir nr. 7 dagsett 12. október 1994 og nr. 8 dagsett 27. október og lagði hann fram drög að viðaukasamningi 2 frá tæknideild Kópavogskaupstaðar til umfjöllunar. Ásmundur Ásmundsson verkfræðingur var sérstakur gestur fundarins og kynnti hann og útskýrði viðaukasamning 2. Margar fyrirspurnir bárust og þá sérstaklega varðandi lekavandamál, málningu, lýsingu, gönguleiðir, merkingar við innganga og merkingar í bifreiðageymslum. Það var vilji fundamanna að aðalframkvæmdir verði í vetur í austurenda bifreiðageymslu eða fyrir framan 28-32. Fundurinn samþykkti samhljóða að gera þá kröfu að Kópavogsbær klári framkvæmdir fyrir framan íbúðir og að gengið verði til samninga við hann viðaukasamning 2 að viðbættum eftirtöldum skilyrðum. A. Að Kópavogsbær beri allan kostnað vegna lekaskemmda á steypiviðgerðum og málningarvinnu orsakast af leka ofan úr garði. B. Að Kópavogsbær merki gönguleiðir í bifreiðageymslum. C. Að gert verði ráð fyrir raflögnum vegna lýsingar í garði og hann verði upplýstur í vetur. Og D. Að bráðabirgðagönguleiðir verði settar upp í garðinum í vetur. Varðandi lið D. þá ræddu fundarmenn mikið að eldra fólki í Hamraborg svo fatlaðir sem ættu erfitt með að komast leiðar sinnar núna vegna framkvæmda. Mikið vatn liggur í garðinum sem frýs og þeinar af víxl, síðan snjóar yfir og skapar þetta ástandi mikla slysahættu. Erfitt væri fyrir fólk á besta aldri að komast leiðar sinna hvað þá fullorðið eða fatlað fólk. Úr þessu yrði að bæta. Samþykkt var samhljóða að strika út 4. grein í viðaukasamningi 2, hins vegar væri á sjálfsögðu vilji Hamraborgarráðs að halda öllu verði í lágmarki. Samþykkt að veita formanni heimild til að ganga til viðræðna og undirrita viðaukasamning að viðbættum ofangreindu skilyrðum, þar að segja A til D. Önnur mál rætt akstur bifreiða geislagarð og þá slysahættu sem umferð bifreiða garðinn getur skapað
ákveðið að bíða með aðgerðir fram yfir opnun bifreiðageymslu. Rætt að hafa opið hús í Hamri og bjóða Hamraborgarbúum upp á léttar veitingar á vægu verði. Fundi slitið kl. 22:10 Svanhvít Ingvarsdóttir. Þá var þessi fundagerð borin til atkvæðagreiðslu. Einhver athugasemdir? Nú, svo ekki þá skoðast og samþykkt. Nú, áður en að ég kynni dagskrána þá ætla ég að bjóða hérna gestum okkar, auðvitað þeim Guðmundi Guðna Guðmundsinni og Sæmundi Þorsteinssyni sem hann er þetta fulltrúi í ráðunni fyrir stigahús nr. 36, en ég ætla að bjóða ykkur þá sérstaklega velkomna til skrafs og ráðagerðar hér á eftir að fundi lýkur þegar við erum búin að ljúka þessu erindi sem að hérna liggur fyrir. Næsti liður á dagskrá er skýrsla formanns. Hún er mjög stutt og einföld. Hún í þá veru að þið hafið auðvitað tekið eftir því að það er búið undirritað þennan viðaukasamning og hann er þegar í fullri framkvæmd og þeir hafa mikinn hug á því hjá Kópavogskaupstað að halda áfram undir sama tilboðsverði og gert var af þessum aðilum sem verktaka til þess að halda þessu innan þessa verklega ramma sem við erum þegar búin að samþykkja og halda þá verðin í lágmarki. Nú, einhverjar fyrirspurnir varðandi þetta atriði? Nokkur. Nei, nokkur ástæða til þess þeir eru ekki byrjaðir á fullu og mér hefur bænt að þessar framkvæmdir haldi áfram á fullum kraft. Já, það má búast í því. Það gangi ekki verið þessi búið. Nei, það sé alltaf fullur í ferð. Já. Það kemur okkur jólaskap að sjá hvað þetta gengur vel. Já, víst gerir það því að það gefur manni bara að koma allavega inn í jólaskap að sjá það sem búið er að gera. Já. Og það hlýtur að lofa góðu framhald. Já, við erum að vona það. Já, ég held að við getum alveg vel við unna það sem nú er. Nú, þá er það næsti liður, það er ákvarðan að taka eftirfarandi heimild til Kópavogskaupstaðar að setja upp lýsingu við hvert stigahús með sama hætti og gert var í stigahúsi nr. 26, 36 og 38. Nú er það þannig að þeir hjá tæknideild Kópavogskaupstaðar óska eftir því að fá heimildir ársins til þess að setja upp ljós, nákvæmlega sömu ljós og þegar sett upp núna í öll stigahúsin. Það hefur verið tekið fram á fundum þessar tæknideilda að Kópavogskaupstaður hann komið til með að bera allan kostnað af uppsetningunni. Hann kostar ljósin og hann kostar uppsetninguna, en með tenginguna hún fer inn á sameign hvers stigagangs fyrir sig og við höfum fengið mjög merka konu hérna í 36 til þess að gera úttekt á þeim mismun sem skapast við þessa tengingu. Það er að segja að verði einhver umframkostnaður verulegur þá verður hann lagður fram hérna sem rökstuðningur til grundvallar það að sameiginlegur rekstrarkostnaður Hamraborgaráðsins svo og Kópavogskaupstaðar kemur til með að standa straum að þeim mismun ef að þið áttu ykkur hvað ég er að fara. Það lætur ykkur grundvallar. Hins vegar þið segja þessi svo fáa krónur, þessi mismunur, að það er spurning hvort að það verði farið fram á það en þetta er í könnun. Er það átt ekki við alltaf ljósatenginguna? Já. Allt í kringum það? Já, getur kannski útskýrt aðeins fyrir fundarmönnum? Já, ég er nú eiginlega vantar rétti maðurinn, konan er nú með þetta á sinni hendi, sko. Já. Það er þá við rekstur ljósins. Já. Já. Rafmagnsnotkunina. Já. Er ekki bara alveg vitað hvað svo ljós er? Sko, Emilía Baldursdóttir hún er búin að taka þetta alveg upp hjá sér frá því að var sett í samband hjá okkur hérna og frá þeim degi hefur hún það á hendinni hvað þetta kostar. Þannig svo ber hún, sko, yfir ákveðið tímabil, þá ber hún saman við sameiginlegan, sko, og þá kemur mismunur fram og það verður reiknað út frá fjölda þeirra íbúð þeirra sameiginlegar og svo tekið meðtali yfir allar blokkina. Það sem fram yfir er sko rafmagnið á eðlilegan máta í húsinni svo við veitum. Og ég held að þetta eigi ekki að vera til fyrirstöðu. Þetta er ekki. Nei. Hvað er alltaf að pera tækja svona á sólarhring? Þið tölum 8 krónur. Á sólarhring? Á stigahús á sólarhring, töluður 8 til 10 krónur. Þetta er ykkur smáur, en það er sama, við skulum samt sem áður halda okkur við þetta reikningsdæmi. En síðan var verið að tala, heyrði ég svona á fólki sem var að tala þetta þegar ljósin komaði upp hjá okkur, að hérna,
þetta er mörgur sinnum betra og fer mikið betra, þetta er huggulegra að horfa á það. Já. Og í annar stað er það líka, við erum meira öryggi fyrir því að það verið ekki eyðilagt, svo munandi eftir því að ljósunum sem voru með í garðinu sem aldrei voru til friðs og ekki nóg með það. Maður horfði stundum á út gluggana hjá sér að smá krakkar voru að vesinast í þessum leiðslum þarna að þessu, maður vissi ekki hvernig það stóð. Svoleiðis ég gerði mér einu sinni alltaf meðan opinn eins og Þórir veit. Svoleiðis að ég voru að spurja þetta. Þú sátt að það var volta sér. Jú, akkurat. Síðan var nóg að sparka. Já, alveg rétt hjá þér. Það dött út. Já. En í staðinn fyrir þetta kemur hérna uppi, þá þú, það getur náttúrulega snúbolti var eitthvað, ég segja það. Já, þetta er alltaf svo En allavegana held ég að það hljóta að vera að það mælis betur fyrir þarna uppi heldur en það var. Aðalatriðið er ljós í garðinum. Já, og ég veit nú þegar er búið að fara fram á það við Stigahús númer 32 að einn verið sett nú þegar, en þeir vildu hjá Kópavogskaupstað að við tækjum þetta hérna til faglegrar meðferðar og líkjum þessu þá endanlega þannig að þetta yrði settið við hver Stigahús nákvæmlega sem er ljós. Það kom hérna fram, áður en fundur hófst hjá Jónasi, að það er það að við setjum það skilyrði að það vera fótósellur. Ég finnst það aðspilegt. Já. Og þetta er að láta ljósið loka alla liðina bara dæmi. Já. Er einhverstað fótósellur núna? Ég bara ekki átta mig á þessu sko. Það er á 30 Það var hjá okkur. og 6. Já. Þú þáði ekki að marka mælinguna. Það er búið að- Hún er bara yfir dimmuna. Hún er bara yfir tíma, það er bara meðanlega þegar ljós er. Já. En nú er búið að breyta því þannig að það er hægt að slökkva. Það er hægt að slökkva? Já. Já, en fótósellan, er hún ekki í gangi? Jú, ég held hún sé nú í gangi nú, eða hvort hann tók hann úr á sambandi veit ég ekki með strákinn sem gerði við síðast, Ég veistu? tekið eftir í hjá ykkur Já. að ljósið dettur út. Já, Við myrkur og byrtu? við býðum eftir í 3 vikur að fá mann til þess að laga þetta því að konan sem kemur með póstinn til okkar, hún kvartaði sem eðlilegt var að koma hérna í myrkri, hún sagðist ekki sjá þessu kötturinn og þá fengum við að loksins strákinn til þess að hafa þannig að væri ljós sem gæti séð þegar hún kæmi sko, og aðrir sem gengur þarna um. Og væri hægt að slökkva og hafa sem sagt myrkur af vennvind. Ég skoða það sem svo að Kópavogskostar eigi þá að sjá þetta sé í lagi og við förum fram á þessi fótósellur. Er það ekki? Bæði það fótósellur og líka hægt að breyta því þannig. Já, það er nefnilega það sem ég þori ekki að segja hvernig hefur verið gert þarna hjá okkur. Það er bara kannski nóg að hafa fótósellur. Það er á nóg. Ekki þú þurfa að neita að vera ringla neitt með það. Já. Að við gerum það kröfur Hver verktakinn verður á þessu? Ég hef ekki hugmyndu það, það er Kópavogskostar sem sér þá framkvæmd. Nú, ykkur fleiri orð þetta? Nú ef svo ekki, þá ætla ég bara að bera þetta undir atkvæði þeir sem er hlynntir því að heimila Kópavogskostar til að gera þetta. Rétti pendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og einhver móti. Engin móti, það er samt í samhljóða. Já, með þessum breytingum. Já, með þessum breytingum. Og tekið þá viðkomandi útgjöf sem eru fyrir hendi inn á þessa fótósellur. Þannig að það virkir saman. Akkurat. Það sé ekki bara þetta eina lýsingum, þetta er samtengt fyrir. Það er að segja sko fyrir utan dyr. Já, fyrir utan dyr. Já. Fínt, þá er það önnur mál. Orðulaust. Já, og ég aðeins. Já, gjör það svo. Sæmundur Þorsteinsson. Það er í sambandi við hérna, ég ætla ekki að fara að tala um fundarsköp og þetta heldur hitt að mér finnst að vera kannski svolítið gripið seint í þegar fundir eru haldnir hér, eins og þetta núna í kvöld. Við tölum saman. Já. Að ég held að væri eðlilegra að láta fólk vita með einhverjum fyrirvara að fundur væri sem sagt að það væri áætlaður fundur ákveðin dag eða tíma. Í staðinn fyrir að nú, þegar að fundurinn á að vera, þá er nú sá maður sem ég er bara hérna eins og venur ómerkingur sko. Að sá sem ætti að mæta sko, hann sagði, ég heyrði frúna segja áðan, þetta er bara ekki hægt, ég er ekki að segja núna, ég hef mig ekki að gestu. Og það var ekki hægt sko. Þannig að hann fengi að vita þetta laugardaginn. En það er bara annað sko, að mér finnst að það er svo ofur eðlilegt og sjálfsagt
Fólk getur þó ekki skotið sér undan því, hvorki ég eða aðrir hafi ekki fengið að vita þetta. Þess vegna þurfum við bara að setja þetta, líma þetta bara Það er fast. bara að hringja líka aftur til þess að minna það á. Ég var hættum að... Það hefur annað bréf verið látið í kassa hjá fólki. Það var hringt í mig á sunnudaginn sko. Ég var látið þetta á sunnudaginn sko. Já, ég hafði ekki fyrir í gær, flesta í Já, ég er ekki löglegur maður, en hins vegar finnst mér þetta alveg eðlilegt og sjálfsagt að hafa þennan hátt á. Sko, Vegna þeirra sem þurfa, þeir geta ekki skotið sér af því. Já. Hvað finnst ykkur um það? Nú er ég búin að hringja alla og allir segist alltaf að koma. Já. Það var engin með neinar... Það vantar svona marg. Og það er kannski að hafa þennan að ganga verið úrstóta Hvítárvík. Og ég var hættum þá var hringdi viku fyrir að fólk myndi gleyma því, það ekki neitt af sér fyrir svona fund. nei, málið er það að tveir sko stjórnarmeðlimir, eða þrír stjórnarmeðlimir, eða tveir stjórnarmeðlimir, þeir Guðni og Guðmundur, þeir boðuðu sko forföll. Já, þeir hafa hringt í þín. Já, þeir hringdi mig. Og svo síðan hringdi... Birgir? Jú, og Birgir hringdi mig. Hins vegar, En sendi sko hringdi. legg ég auðvitað ríka áherslu á það og það má þetta berast hérna húsið, að komist ekki einhver fulltrúinn á fund, Já. þá á hann að fá einhvern í staðinn fyrir sig. Já. Því að það gæti komið svo staða að við þyrftum að taka fjárhagslegar ákvarðanir. En ef að til slíkra ákvarðanartöku kemur, þá verður við auðvitað að fara samkvæmt lögunum með þessum hæfilega fyrirvara sem kveðið er á í lögunum. Skiljið mig. Hérna aftur á móti er ekki verið að tala um fjárhagsleg útlát. Það er ekki verið að tala um fjárhagslegar ákvarðanartöku hérna, heldur heimild fyrir Kópavogskausta að setja upp sko. En hins vegar, ég tek alveg undir það sem Sæmundur segir. Við verðum bara að finna þetta út, Hrafnhildur, sko, við skulum bara þá að lengja þennan tíma og vita hvaða reynslu það gefur. Já, ég held líka alltaf að taka fyrir á fundi þar sem að þegar margir eru mættir og vita hvað fólk vill, hvort ég finnst það betra að sýnt með viku fyrir. Alveg sjálfsagt. Ég er ekki bara að trúa því að það sé betra, maður bara gleymir því. Já. En við varðandi ákvarðanartöku í stórum málum, Þóri, Já. þá er maður nú ekki nema lítið númer eins og veist, sko. Ég er ekki í Hamborgaráðinu, svo veist. Já, þú getur stundum verið það. Já, það er helst að vinna í þér einum ekstra, lífstil. Já. Nei, ég er að spustur á fullu gríni, sko, Já. að hérna, þeir sem eru, sko, þú veist, fulltrúa stigaganga slíkt, þeir hafa náttúrulega ekki alveg, hafa ekki eins og ráðið sjálft, eða þeir sem eru í aðalráðinu. Til ákvarðanatöku meina ég, ef einhver ákvörðun er ákveðið að gera einhver stóran hlut, Já. getum við þá greitt atkvæði með því þannig í krafti þess að við höfum það sterk völd fulltrúi húsfélagsins. sem fulltrúi Eða sjálfins þú ert kosin. Jú, ef þú kosin. Það voruð upp á fund. Já. Ég hleyp bara þarna elskuta mínar þarna í þetta vegna þess að það var enginn sem að sá sér Já. þetta geta komið skiljið. Jú, ég skal útskýra þetta. Þetta hefur nefnilega verið svolítið, þetta er mjög gott að kosta inn og þetta... Nei, mér finnst alveg sjálfsagt að spyrja um þetta. Já, Vita hvað maður mjög eðlilegt og ég get alveg hérna undirstungið þetta við því hérna og fleiri að með lögmæti þáttöku hérna fulltrúa í ráðinu ákvarðanatöku, hún byggist á fyrirmælum aðalfundar. Aðalfundur er þegar búinn að leggja drögin á því hvernig starfsárið skuli vera. Það er bara að tala um verklega framkvæmd á fyrirmælum aðalfundar. Við erum ekkert að fara út fyrir það sem aðalfundur hefur gert, heldur erum að starfa innan rammans. Síðan er það ráðið sem kontrollerar, eða það er að segja hefur heimil á framkvæmdastjórninni það með hvað hætti þetta skuli gert. Þannig að stjórnin fara ekki ein og sér að taka einhverjar afdrifaríkar ákvarðanir eins og til með framkvæmdarhraðan eða þá með þessa viðaukasamninga sem eru þó alltént innan þess samkomulag sem við gerðum við Kópavogskausta sem grundvallast að ákvörðun síðasta aðalfundar. Hins vegar það hafa önnur húsfélög hér í Kópavoginum því miður lent í málaferlum sem hérna við þekkjum til annar staðar hér í bænum það sem þetta er alveg öfugt. Þá er það þannig að það er í einni samsteypu þar sem 19 stigagangar reyndu að stofna með sér húsfélag. Og þá er það þannig að hver og einn eigandi innan þessara 19 stigaganga, hann fekk aldrei fundarboð frá þessu húsfélagi. Heldur var það bara fulltrúið þeirra í stigahúsunum, hann einn sem fekk fundarboðið inn í þetta húsfélag. Þannig að það gekk aldrei upp, skiljið mig.
Og þannig að þannig gat hver og einn eigandi ekki nýtt sér andmælarétt sinn og sækt sína skoðun eða þá sem sagt notaðan á þessum stóra almenna fundi eins og við höldum. Þannig að núna það að við getum hvenær sem innan þessa fyrirmæla aðfundar tekið ákvarðanir eins og til eins og þessar meðan það fer ekki út yfir það ríkjandi samkomulag sem við þegar búin að gera við bæinn. Er það ekki alveg? Jú, ég skil þetta alveg. Þetta svona eins og þetta liggur fyrir. Mjög gott. Fleiri? Það skilinni í svona tilviki að þetta sé vika fyrirværi á fundarboði? Sko, Það var varandi aðalfund. Já, ég veit aðalfund, það lágmæli. Já. Það bara svona fund. Nei, sko, þetta bara heimild fyrir Kópavogskaupstað að ráðstafa garðinum sem honum ber ekki að taka sko tillit til okkar með, þið vitið, sko. Stjórnin þarf ekki að boða þennan fund með ykkur fyrirværi. Ekkert endilega. Nei, því hér enga fjárhagslegar ákvarðanir, sko. Ég veit ekki með Nei, hérna bara það að þér biðja svona formlega fund bara til þess að þeir sé ekki gerði blóra við íbúana. Það það. Og það svo heimild og hérna... Það út af fyrir gott. Það mjög gott. Og ég bara þakka ykkur líka sérstaklega fyrir þessa fundarsóknun, þess að ég veit að það erfitt svona fyrir jólin að biðja mannskapinn að koma og slíta sig frá jólundibúninginum og afgræða þennan hlut, en þeir vilja ljúka þessu núna. Já, þeir vilja ljúka þessu núna hjá Kópavogskaupstað að setja þetta fyrir jólin. Já. Nú, en já, gott, fínt, fleiri mál? Fleiri mál? Já, það væri ágætt líka að reyna að koma á stað einhverju svona skipulagi og að þrífa nýgerða bílageymslu. Þetta var akkurat það sem ég var með Já. höfðinu. Þannig að það væri ekki bara rykið og þrullan sem að kæmi inn. Og eins og skipulegja svolítið, hringasturinn að það sé ekki vera að stöðva eins og á móti átjá, að fólki geti kyrrt eins og var áður. Já, það var full alveg bíl. Það var helgina, við að koma bjánur að leggja í hinendan, kæmi böldur, bílarnir lokaður inni. Þetta sammála þessu. Þetta og bæði þetta og með þrif, að stigahúsin þyrfti að vera samtaka. Alveg rétt. Já. Þetta Að hálfrétt halda hjá þér. heim og ég tala til hann rétt fyrir jólin. Já, við þurfum bara að lifa lengur en á jólunum. Já. Og það náttúrulega stolt okkar að við getum haldið þessu eins fallegu og huggulega eins og við bjókum við í. Já. Það býr haldið. Bara verðum við Leggjum að gera. þá áherslu á það. Leggjum áherslu á það. Og þessi hérna, þú veist hvað ég meina. Já, hann kemur. Hann er í smíðum. Ég get ekki að fleiri orðum. Hann er í smíðum. Ég er búinn að rekka tvisvar eftir honum og hann ætlaði að fara að kanna það. Þetta er góður punktur að halda þrifum gangandi. Hvað varðar hvernig fólk leggur bílunum hérna akkurat í Akureyri byrjur saman 18. Ég hef mjög veikar skýringar á því, en það er engin afsökun, en það er skýring á því að það búið að einhvern veginn rugla mannskapinn með þessu nýja virki þarna, það er trévirki. Já, það er búið að taka þarna, búið að byggja þarna skýli fyrir verktakarinn til að vinna fyrir innan og það raskar einhvern veginn fjarlægðin og fólkið áttar sig ekki á því, Gætum við ekki fengið merkið þó? Jú, Tvö merki viðkomandi, þannig sitthvorum megin. Já. Þarna sé bara akstursbraut í Já, gegn. við skulum þá bara reyna að stefna á því að það verði gert. En svo var eitt enn, Þórir, sem Já. þetta í sambandi við bílana. Já. Og hvítu veggina okkar, sem Já. eins og við erum komin í Geimnaríki, eins og fagast er nú að vera það. Já. að hérna, mér sárnar að óskaplega þegar ég sé menn bakka inn í stæðin. Upp að veggjum, sko. Upp að veggnum. Upp að veggjum. Já. Hvernig haldið þið nú, góðir hálsar, þetta verði eftir svolítið smátt? Já, Já, það er góð Mér hefði fundist að þurft að vekja athygli á Það er þessu. allt í lagi, sjáðu til, menn þurfa náttúrulega ekki að fara alveg upp á vegg. Já, Og en, svo þurfa bílarnir ekki að ganga kannski hálftíma. Nei. nei, Það svoleiðis kemur svolítið. en hérna, já, Ég ganga en lengi, þú setur í gang það að gera á getur stað. líka, elskar minn góður ykkur, þegar bíl er settur í gang, bang, og hann getur skotið ykkur í aftur sér.
Kannski þetta sé rugl í mér, en mér hefur dottið þetta í hug. Það er alveg rétt, sko, það má leggja áherslu á þetta ekki að skýta út geymslunar og alveg nákvæmlega saman hvað þetta er, þú veist svona með útblástuðs og öðru slíku, að brýna þetta fólki. Og mér finnst sannleikurinn vera sá að við þurfum að ganga geymsluna hjá okkur eins og við gangum heimilin okkar. Já, eins og stofuna heima. Já, alveg, ég er alveg saman á því. Ekki ver, sem þú veist. Ekki ver, nei. Leggjum ríka áherslu á þetta, hafa gott umhverfi. Já, þetta er bara, fólki líður bara mikið betur. Finnst ykkur ekki munur að hafa garðinn lokað? Ég ætla nú ekkert að segja. Jú. Ég var nú búinn að hafa nokkur orð þar. Já, það voru allir fegnir. Mjög mikil ró og friður núna inn í garðinum. Og ég gerði mér það einu sinni til dundur sem ég hringdi á lögreglu Kópavogs. Maður veit nú helst ekki ónáða mikið. Nei. Hvort það er vegna annað hjóðan veit ég ekki. En ég spurði hvort ég mætti leggja niður í Hlíðargarði. Já. Nei, þú mátt sko ekki gera það. Nei. Það er almenningsgarður. Já. Nú, en geislagarðurinn hjá okkur. Já, það er okkar einkagarður, það hefur við eftir að gera. Helviti fannst mér þetta sko. Það er svolítið miskilningur í þessu, en það er sama, það búið að læra þetta alls saman. Síðan höldum við áfram að tala saman. Ég og sjá getur lögreglumaður. Já. Það er lítil gata þar sem hann rakarinn er. Og hún er til bara svona. Já, einmitt, já, einstefn. Og ég fyrir að tala þetta við hann. Það vissi ég var aldrei þrýtt á þessu akstri hann ekki. Já, það er nú svo lítið sér að það er nú ekki talað það. Elsku vinn minn, ég ekki sagt þér, ég horfa át á þau glugga heimur á hverjum degi, ég hef aldrei séð ykkur við staurinn. Nei. Aldrei séð ykkur merkið. En hvað gerir þið svo að það verður árekstur í þessari götu, segir? Já, þá komum við auðvitað, segir hann. Já. Þá hvíni þeir gáð og til hvers anskotar þá voru hann ekki að lítast á dalið, sko. Og þar með var þínu lokið. En það er búið að koma þarna slá fyrir, þannig að það verður ekki umferð núna. Þeir þurfa að hafa mikið fyrir því að komast í gegn. Já, það er alls mikið fyrir það. Það er mjög einfalt. Já. En það er ekki, það er ekki mjög auðvelt að koma, ég fór ekki alltaf að sitja í hliðið því að einhver hafði hengt plankan það langt út fyrir. Já. Til að komast upp náttúrulega kannski, já, og ekki nefnt að moka. Nei, og svo lokaði hann ekki og það var fljúandi hálka og þetta er heilmikið. Það er einu sem... Það er ekki meira hægt að bíó að horfa á... Það eru sömur sem að þurfa að flytja, já. Síðan að spilin kom þarna hliði, það eru strákarinn hjá Teit og þeir eru náttúrulega að sækja þarna gamalt fólk inn, sko. Sem eru að keyra í Sunnuhlíð. Já, en það eru bara ekkert allir svolítið sem eru. Nei, það er... Ef þeir eru að því þá eiga líka að setja hliðið í öll. Já, þeir gera það alltaf. Já, einhverju gera það. Nei, þessi strákar sem ég er að tala um. Já, en stundum er hliðið ekki. Nei, það er alveg rétt. Ég sé það líka. Þetta var spiltur á mér. Nú, þá held ég að er einhver önnur fleiri mál sem við þurfum að taka fyrir? Nú, ef svo ekki, þá þakka ég ykkur bara fyrir góða fundasókn, ágætu fundamenn og segi þá fundi slitið. En ætla að byggja það. Já, þá erum við aftur byrjaði hérna, kempurna tvær hérna, Sæmundur og Guðmundur Guðni. Hvað segir þið, Guðmundur? Þú ert með einhverjar stökur hérna, segi ég? Já, það er nú, jólin þau eru nú alveg að nálgast. Já. Og þau eru náttúrulega ofarlega í huga manna, en þrátt fyrir það þó að nú séu ekki einlínis kristin jól heldur, er þetta jólasveina jólorðin hjá okkur. Já, hérna... Já. Ég er nú alveg upp í kristnu samfélagi vestur og Ísafjarðardjúp og þegar ég var allast upp þá var nú svona kristni mjög ofarlega í fólki bæði ungu og gömlu. Já. En það var líka skemmt sér oft í skammdeginu kringum jólin, það voru haldin kannski dansskemmtanir og eitt og annað og ég minnist þess þegar ég var fermingu, svona 26 er ég 50 og það var haldið ball sem var sögulegt að því leyti til að þegar að strákarnir voru dálítið hífaðir á ballinu þá þoldu þeir ekki það sem þessi menn sem stóðu fyrir þessu og lokuðu og allir urðu að fara út í svarta myrkur og hérna klaka og labba í burtu. Ég er hérna með svolítið kvæði sem Gunnar Endur og birti í blaði sínu pillur þetta leyti og ég myndi fara með þær. Ég held frá Hauganesi sé harla lítið söguvert og síst að svannar lesi ef sagt er opinbert. Mér langar þó í ljóðmæli að leysa ögn frá skjóðunni og svona í góðu gríni að gamla þjóðinni. Sú fregnin hafði flogið fjörðinn bæði hátt og lágt og eins og eitur smogið í unga fólkið gátt. Að ekki aðeins tombóla
nýrnig ball, etc. Á Skeiði yrði haldið á bændu bráðlega. Þú manst eftir þessum vísvinningum var kallað Skeiði á Hauganesi. Já. Piltar keypt á pelan, píkur þvoði fötin sín, ef næst í nokkurn delan þá nógur að vera fín. Svo var arkað inn eftir, í afbraksveðri og hægum byr, ég ætlan væri á norðan en nokkur það spyr. Svo var dans og drykja í dásamlegu pakkhúsi, það losnar stundum lykkja á löngu úthaldi. Og sveinar gjörðu svinkaðir, sumir dálítið háværir, en fyrir nokkurn varði var öllu slengt á dyr. Þá voru líka þúfurnar, ég þegjum eftir reyturnar, en lofa fólki góðu að geta í eyðurnar. Ég veit að synda sonur, nei, það er nú kannski ekki svona. Ég veit að vinnukonur þær verða mér nú sárreiðar, en ég synda sonur og stundum gisti þar. Ég vil því ekki væni minn vera að lengja kveðskapinn, en læt hér staðar numið, þar stendur ritstjórinn. Það birti svo í blaðinu Pillu. Já. Nú, en það eins og ég sagði áðan að það mjög mikið rætt jólin og margt. Ég hef oft hér áður fyrri ort jólavísur á jólakort. Já, kannast þú við það? Já, það var mjög gerði mikið af því. Já. Og meira sé að var það svo mikil árótta hjá mér að gera vísur á tímabili ef ég skrifaði einhvern mann og þá endaði ég með einhverju stöku. Já. Hérna hef ég hjá mér á miða eina jólavísu frá 1983 og fréttabréfi Kvæðamannafélagsins, Iðurnar, og sú vísa svona. Heyrir bráðum heimsum ból, hljóma sér hver maður, meðan enn ég á mér jól, ég hress og glaður. Fyrir nokkrum árum var ég beinlínis beðinn að yrkja einhverju vísur jólin. Það var, ætlaðum að halda hérna eins konar jólasamkomu hérna, í Kópavoginum. Og þá gerði ég 2 vísur, þær eru svo. Líkt og mjúkur lækjar niður líðu eyrað hægt og hljótt, einhver mildur alheims friður og ferð jólanótt. Frelsari vor forðum daga fæddist einmitt þetta kvöld, þá öllum sögð hans saga og sungin lofgjörð 1000-föld. Og eins og ég var að grínast með að okkur finnst stundum gamla fólkinu að það sé orðin of mikil breyting á því að Jesú Kristur allir nefndur og nafn öll jólin, en jólasveinar og í staðin fyrir svona vísur eins og ég var að fara með hérna, þá syngja menn bara jólasveinar 1 og 8. Og við gamla fólki ekki, ég það ekki vel sáttur þennan anda. En hvað það? Það verður nú hansi gaman að heyra eitthvað frá þú Sæmundu jólin. Hvernig líst þér á það? Já, jólin. Já, eða eitthvað Sérstaklega jólin, já, jú, þau eru það myndist nú á þetta við mjög minnistaði fyrir margar hluti, en það sem mér finnst líka hafa breyst alveg geysilega, og ég oft að velta því fyrir mér í minni einfeldni vegna vesalings kaupmannanna sem berjast nú alltaf í bökkum eins og útgerðarmenn og núli, að hérna, hvernig afkoma þeirra myndi nú vera hefði Kristur aldrei fæðst. Ég oft að hugsa það. Það var hvarflað að mér. Hvað segirðu þetta? Hvað segir það, Guðmundur? Hefur Eirík dottið eitthvað svipað í hug? Jú. Það er auðvitað nokkuð nærtækt að hugsa sér þetta, sko. Já. En það býður henni upp á það. Þetta er nú saga allra tíma, sko, það sem að stendur manni næst, hvað sem það er að éta eða annað, að það er manni kærast og maður talaði mest það. Og sagan í Biblíunni Krist og þess að kalla þarna, þetta var nú eins og þetta hjá okkur í dag, sko. Þetta var, sjáuðu, hópur af mönnum sem voru að selja afurð sín. Já. Og hérna, það var aðalmáli, það var að, vitum ekki hvernig þeir lögðist. Já, en nú til dæmis, nú ert þú þarna dalamaður í Sæmundur og þú hérna, hvernig mannst þú þín jól fyrst?
Nú Jóhannes Kötlum hérna úr þínu héraði. Já, þessi rættur það kendi mér nú. Er það ekki? Jú, Hann kendi þér, já. Hann er ekki barið með prikki eins og Stein. Nei, hann gerði það það ekki, nei. Og Jóhannes úr Kötlum er nú sá maðurinn sem ég þykir alltaf sérstaklega vænt um. Já. Og bæði sem mann og fyrst og fremst sem mann sem aldrei bregst sínu. Já. Skilur hvað ég á við? Já. Hvernig kom hann fyrir sem... Jóhannes? Já. Hann kom nú svona nokkuð undarlega fyrir, en hins vegar skal ég segja þá vissi maður alltaf við að gera sér grein fyrir það var alltaf eitthvað nýtt á ferðinni, maður átti alltaf að búast við einhver. Steinólfur Lárusson, hann sagði mér alltaf að hann litið óskaplega mikið til Jóhannesar, og ekki síður því Stein hefði verið að apa mikið eftir. Það voru sama jarði hinn. Já, nú Steinn var nú uppeldis, hann ólst nú upp á miklu leyti hjá systir móður minnar í Miklagarði. Já. Hjá Steingrími Samúlsinni og Steini Guðmundsdóttur. Já. Og snemma var Steinn farinn að setja saman vísur að því að frænka mín segir, systir sem ég kallaði nú alltaf, Steinunni. Já. Og til dæmis þessi hérna nú ætla ég að yrkja vísu ákaflega, nú ætla ég að yrkja vísu, ágætlega tekst mér það. Nú langar vísu, ég ætla að fór út á vað. Já. Síðan gerist það líka að þessi var til, það var orðtak sem var notað mikið í Miklagarði og það var hörmung og særing og svona, þessi orðtök, Og þá segir Steinn, hörmung og særing að hugsa sér það og helvítis voði. Sjáðu þið strákinn, það stekkur á stað og Steinin í boði. Þetta er eins og ég tala út úr hjarta. Gaman að þessu sem voru góðir hægringar að taka svona saman sérkenni. Já. Ég mætti kannski minna hérna á eina vísu norðan Steingrímsfirði eftir þekktan hægringaskálda, Jörund. Á Hellu? Jörund Gesson á Hellu. Heyrti í það skitið? Þetta var hérna svona rétt áður en trillurnar komið til sögunar og farið á árabátum. Og þá var farið til Hólmavíkur, þannig við fjörðun og þá var þetta kannski hlaðið af fólki. Og þarna á bænum Hafnarhólmi þar voru menn sem voru með dálítið sérkennileg orðatiltæki, mætti segja. Og svo þegar allt er komið út í skútuna þá lýsir Jörundur þessu svona: því líkt stýrir, fjaskinn situr, þetta voru tveir bændur, ferlega giktin hallar sér, ameta beinið, æpir bitur, ofhlaðingu nóðin virðist mér. Og skotans djöfull á tvo, segir þá faðir Jörundar. Það náttúrulega Já. Svona gerðum maður Já. Það var hansi gaman. En jólin þarna í Dölunum, þú torfkofar, upplýðir þú það? Nei, það gerði ég nú ekki. Nei. Ekki sem slíkt, nei, það vildi ég ekki segja. Einhvern tímann las ég eftir Hallgrím Jónsson frá Ljósskógum, lýsingar að því þarna upp frá. Já, upp í Ljósskógasinni, þessum Jóhannes er fæddur. Já. Komstu þar við þarna einhvern tímann? Við fórum einu sinni hana nú, þangað. Já. Eitt vor í afskaplega góð veri með Ásdísi okkar og gott fólk þarna. Já. Og Ragnar Þorsteinsson, kunnugur þarna. Jú. Og fæddur og uppalinn í tóftunum í Ljósskógasinni. Og var að fræða okkur þetta og segja okkur frá þessu, skal ég segja ykkur, þarna í hóp sem var þarna saman. Og síðan, hann svolítið alvarlegur oft en afskaplega skemmtilegu maður. Maður getur aldrei vita hvað kemur næst. Ragnar Þorsteinssoni, kennari. Það var fleiri ár kennarauppbúra. Það er hann sem átti þessar 1000 biblíur sem var gaf þær. Gaf þær til þjóðarbókhlöðuna. Við vorum saman að skemmt okkur og borða upp í skíðaskólunum á mándagi var. Já. Það vorum 100 mann sem voru tilbúin. Gleðilega. Afskaplega skemmtileg. Og hélt hann hérna einhverja tölur? Já, hann var að segja okkur hérna skal ég segja ykkur í heiðinni hérna.
og hann sagði að þarna hefðu heyrt þau ferlegustu hljóð sem að hann hefði heyrt talað þá þegar hann fæddist. Það legið mikið að þessu. En þessi staður, sagði Sigurður, ég hef aldrei trúað því, drengir, að þessi staður gæti skilið eftir eins mikið hjá manni, eins og það er næstum því eins og ákveðin maður væri að tala. Já. Kvæði Jóhanns og Kötlun sem heitir Karl faðir minn, sem margir þekkja nú. Og hefst á þessu kvæði, pabbi er skrítinn og sköllóttur Karl sem á skinnhúfu og tekur í nefið. Og blegsert kaffi og brennivín er það besta sem honum er gefið. Og næsta byrjar svona ef mann réttum að hafa hana yfir, hann þvær sér í gróft og aldrei vel. Og er líka sjaldan á fundum. Það er eins og hann get ekki að því gert hver úr þetta skeggastundum. Og í sama dúr heldur þetta áfram. Svo lýsir kvæðið baráttu einyrkja bóndans þarna í heiðinni með slíkri snild að ég held þó ekki að Jóhannes hef ekki ort nokkuð skapaðan hlut nema þetta. Að þá hefði það gert hann ódauðlega ennlega, að mínum að því. Já, þetta er svona eins og ég kalla nú þetta. Svona upplifði ég þetta. Já, en það er til dæmis eins og með Stein Steinar, kvemmannslausi kuldátrekki kúri og volandi. Já, þetta er ekki þolandi. En þetta er svona eitt af þessum einkennum sem að þessi skáld hafa. En svo líka með Dalasýsluna sem slíka, þarna eigið þið þetta Laxdælu og þetta stoltir af henni. Það er nú líka ægilega mikið sögusvæði. Mikið sögusvæði. Sögusvæði, það er nú hægt. Síðan eigum við þarna þessi ágætu 3 skáldstefan frá Hvítal Jóhanns og Kötlum og Stein Steinar. Já, ég tala En það sorglega við þá er það að þeir uppgöða eitthvað sem skáld fyrir búin að liggja nokkur í gröfsinni. Já, það er rétt. Það má segja það. Þetta finnst mér afskaplega mikill ljóður á hjá fólki og ekki sem hefur vita á svona hlutum. Hvernig er með það, Guðmundur? Er það bara þegar menn eru gengnir, þá loksins orðin frægir, eða hvað? Hvað segir Jónfrú Ljóskó? Já. Þröng sín er hún þjóðin mín, það vil ég að segja. Skilur hún ekki skáldin sín, skammar þá þau drekka vín, ellega líta hýr til hýrra mega. Já. Heimskra dómur oftast aldrei hlýrni vægur. En þér í fer og heimi hér, hafið þið gátt á hvernig fer, viku seinna verð ég orðin frægur. Hafið þið heyrt meir í sannleika? Þetta er gott. Þetta er í bók sem heitir Gamla syndir og nýjar. Þetta er próflóksin í þeirri bók. Já, það er gaman að heyra þetta. Þetta er nú æðingi sannleikur líka, ekki svo nýtt. Já, akkurat. Þetta er svona forspá mikið. Það er nú hættið. Já, kynntu svolítið Jónasi gamla. Já, honum, hann sagði alltaf honum þegar við segjum hann. Já. Vann við hann hérna í flugvellinu þegar var að byrja á honum. Stríðsörun. Engu fjárgest. Og hann var nú ansi líkur því sem að Jóhannes lýsir honum. Já. Herðu, ég dettur í einn jólavísa enn. Já, gjörðu svo. Já, elskar mig. Tímabilja það var byrt svo að segja eins og vísa dagsins í Morgunblaðinu eftir mig. Já. Og hann gaf nú, þetta var sonur hans hérna í Vísir, hvað heit hann, guðmaðurinn? Sigurbjörn. Já, Sigurbjörn. Já. Sem var með þetta sko. Já. Hann byrti nú yfirleitt þessa vísa, en það var ein vísa sem hann byrti ekki mann eftir. Já. Og hún var svona: Gyðingseðlið greina má, gróft í spillingunni. Verta ársins verður á vöru gillingunni. Hann vildi ekki byrta þessa vísu. Nei, en þá þetta verið þegar þú kemur með þessa, þegar að bændur tveir voru að skoða og spekulera í hvernig kaupfélagsins myndi nú vera komið þar heima í Dölum sko og segi ykkur eftir kannski hvernig þeir voru. Og annars segir sko þó að rýrnum fat og fleira í búðarsölum. Þá má hylja gat og gat með knægð og fylgiskjölum. Þá svarar hinn, þó Þórólfur brakfræði þekki, þá var í stærðfræðin smá, en bókaldi bregst honum ekki, hann bar engin fylgiskjöl á. Þarna voru til, en ég fær með eitthvað Torfi á Hvítadal bróðir Stefáns, annars vegar og Þórólfur var þetta leiksegar. Þetta er ansið fróðlegt ágætu herramenn. Ég ætla nú ekki mikið að tefja ykkur lengur, en þetta er ágætt og ég veit að við eigum eftir að hitta síðan aftur. Ég ætla einmitt að skora það á ykkur að
að mæta hérna aftur ykkur tíman í stúdíóið og hvernig litist ykkur á það að ef við jafnvel varum í beinni útsendingu og þá við gefum þá Hamraborgarbúum við tækifæri á að hringja inn þá kannski stökur svona til að byrja með og ég veit að Guðmundur er kannski tilbúin til þess að botna og þú er kannski tilbúin til þess að svara þá í annara stöku hveðast á Ég hef ekki þá gáfuna sko. Nei, við skulum sjá hvernig það kemur út en það eru tveir hluti sem að við höfum áhuga á því að svona aðeins að hrinda úr vör hérna eftir áramótin það er svona með kvæðaþátt og þá líka snúkur aðeins lækfræðinni Já, það líka mér. Ég held Já, því ekki það. Þetta merkilegt fyrirbæri, ég ekki að segja það. Ég segi, já. Það er ýmislegt gaman að grúska í henni því að mörgum finnst nógum í ættræðinni og sumum ekki en hvað það við skulum allavega stefna því á nýja ári 1995 að hittast hérna í stúdíónu þá þessi ágætu kvæðamenn og þá auðvitað ég og við tökum þá bæði fyrir kvæðskap og ættræði svo þökkum við ykkur fyrir í kvöld. Já, þakka svo kærlega fyrir. Blessaðir. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebrations. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs.